Hefur aldrei pælt í microphone er svolítið líkt einu sem þú ert með. Micromanagement. Já, þið finnst gaman að micromanage. Ég er alltaf micromanager. Hvað sé kallinn? Ég er góður en þú. Ég ekki þér. Velkomin heim. Takk fyrir maður. Sko, venjulega segjum við hvað varst að gera um helgina, en nú er þetta svolítið svona hvað varst að gera síðustu 2 vikur. Já, ég er búinn að vera að skjóta Ice Movie. Og Breyt þín slöðs. já, með my guys. 4 bestu vinnum mínum. Og Ó, þetta finnst út að það er svo mikið fokkin kaffi þetta og ég er langbæstu vinnun. en við erum búin að vera að skjóta Ice Movie. Hún kemur út í haust. Já. Og Í haust bara, er komið dagsetning? það er komið dagsending, já, ég veit ekki hvort ég megi segja hana. Þetta er svona haustvetur eiginlega. Hvenær er haust og hvenær er vetur? Haustið, það er ekki svona september, oktober, nei, býtu. Já. Jú, september, oktober og svona november, desember, jan er feb, vetur. Ok, hún kemur í haust. Oh my god, það er 2 mánaða gluggi. Það var ekki. Þú plataði mig. Ég náði þér hana. Þú sagðir að haustið væri Já, haustið 2 mánuðir og vetur var 4 mánuðir. En já, hún kemur seint 2026. Ok. Og það er búin mjög gaman. Við fórum til Nashville. Já, já, ég er náttúrulega við meðum ekki ræða það kannski. Hvað við vorum að gera þar? Já, það var bara... Það er einhver partur af myndinni tekin upp þar. Við verðum bara að fara í bíó til að sjá það. Það ekki? Og hvað meira? Já, það var rosa næs í Nashville. Ég borðaði mikið af skrýtnum mat. Góð mat. Og já, þetta var bara drullu næs. Smá upphitun fyrir Ameríkuferðinu okkar. Já, sem er eftir 28 eða 9 daga. Já, vorum við búin að tala um við ætlaðum að kaupa geymslu? Já, við vorum búin að tala það. Ok, af því að ég var eitthvað að skoða það núti. Já. Það er eitthvað vesen. Já, ég hef búin að skoða líka á netinu, sko. Það er alveg eitthvað bras, sko. Já. Ok, við gerum það kannski. Já. Já, ég var einmitt að sjá, sko. Ég held að séulega, sko. Þú þarft held ég að hitta á líka eitthvað svona tíma þegar þeir eru að gera þetta. En þú getur líka gert á netinu. Já. Já, mér er að checka how long to July 11th. Við erum búin að skoða 25 days. Já. Shit. Það er, þú varst ekki að segja 29? Jú, það var það bara í gær, sko. Það er 25 dagar, já, það er ótrúlegt. Já. Þú ert með Esta, væntanlega, já. Já. Ég er að segja Já. Þú hefur aldrei farið til Bandaríkjanna? Aldrei. Ertu svona mikla Ég og Erpur hentum Molotov-kokteil á bandaríska sendiráði hérna 2011. Þú gætir við þessu. Gæti verið vissi, sko. Ég er samt búinn að borga allt til samfélagsins sem ég skulda, sko. Með því að fór að horfa ógeðslega mikið á bandaríska bíómyndir. Og borða mikið af bandarísku nammi. Já. Ég já, sko Esta, sækjum Esta. Já. Er þetta eitthvað svona, þú veist, er þetta svona mission sem þú flækir fyrir þér og þér finnst óyfirstíganlegt? Því ég er þannig. Mér finnst svona eitthvað svona dót, eitthvað svona skriffinnska, sækja eitthvað. Já. Bara eitthvað svona, ég er bara svona ítið í undan mér, þá getur ég get ekki gert það lengur. Já, smá, en ég líka, en ég hugsaði, sko, út af HM, þá get ég líka ítið og langt, og það er eiginlega ógeðslega mikið álag á að fá þetta samþykkt. Góða punktur. En svo var ég eitthvað að lesa ekki, ég sagði eitthvað við Ingu, eitthvað við megum ekki býða eitthvað út af HM, svo lesi ég gera eitthvað og maður á sækjum allavega 72 tíma fyrir flugið, bara, ok. Bíða aðeins. Já, megum býða aðeins, sko. HM, ertu búin að fylgjast með það? Já, eitthvað, en ekki nóg, minnst það svo leiðilega tímar. Já. Þetta er alltaf, þú veist, 4, þú veist, þá er maður kannski bara ennþá í vinninu og börnin vakandi og eitthvað, skilur, en ég reynir samt, þú veist, stundum að hafa eitthvað næs, hafa í gangi bara eitthvað. Ertu í einhver svona fantasíða? Já, ég er í einhver svona giskdeild. Já. Ert þú líka? Ég er í giskdeild. Aha. Ég er í giskdeild. Akkurri. Af því að... Hver bauð þér í hana? Hvernig náður að smygla þér í það? Tónils, sem sagt, bandmenn. Já. Og pluss Krismundur og... finnst þið ykkur svona gaman að skilja út undan? Held í Benni og Fannar líka. Já. Þetta er bara svona allir helstu. Nei, ég var eitthvað, ég var í Tónhill núna á mánudaginn, sem Tónhillur er sem sagt svona sameiginlegt stúdíókomplex, þar sem við beislega bara skrifstofan okkur hins. Já, þetta er bara svona risastóru vinahópur nema að stundu skilja út undan. Mjög sjaldan, en það er þá góð ástæða fyrir því. Og hvað er HM búið að vera lengi í gangi núna? Ekki bara vika eða eitthvað? Ok, það er búið í viku. Nei, það er búið að vera, 5-6 daga, Já, ég sem sagt mæti þetta mánudaginn og
er eitthvað spjallafannar og hann er að segja mér að hann sé í þessu og með þessum og ég eitthvað, herri, þau verða að adda mér í þetta og þeir adda mér í þetta og þetta er svona, það er svona smá pottur. Já. Þú veist, menn borga 10 skall og sá Já. sem að er efstur hann vinnur. Og ég náttúrulega er þeirrar skoðunar að fótbolti sé leiðast íþrótt í heimi og Já. endi alltaf í jafntöfli. Þannig að ég spái, ég læsi inn bara allir í vikunni 1-1. Herru, þeir fengu viku fórskot á mig og ég komur í 3. sæti. Aha. Ég er að rústa þeim og erum að tala um það að sá sem er í 1. sæti er með 30 stig, Já. sá sem er í 2. sæti er með 27 stig Já. og ég í 3. sæti með 26 stig. Aha, ertu að vinna þetta bara í jafntöflunum? Ég er bara, þetta er bara, þetta endur alltaf í jafntöfli. Já, það er enda búið svolítið mikið í jafntöflum. Svo erum við búin að vera í grúppchati þar sem að hérna við erum að, þú veist, eitthvað, mér var alltaf í grúppchat Já. tengt þessu dæmi og þar er ég gjössanlega að láta menn heyra það, sko. Aha. Og ég er búin að breyta nafninu mínu í þessu gískapi Já. í sjokker. Já. Af því að því líka sjokker að þetta er jafntefli. Óþólandi. Já, ég ránar ég sé ekki í svona. Og ég ætla að vera að lesa aðeins hérna. Mér finnst svo Mhm. gaman að æsa aðeins í mönnum, sko. Sko, ég fæ hérna Pétur Finnboga, setur í Árni Páll, spáðið þú 1-1? Ég segi já. Hann segir, þú mætir með látum. Hann segir, leikurinn fór 1-1, þú átt að fá 9 stig. Ég segi, easy, en jafntefli í dag. Já, hárrétt úrslit. Og það segir Kristmundur, Árni vill meina að allir leikir fara í jafntefli. Pétur segir, með þetta mót, að þá er hann að gera gott mót. Og ég segi, með þessa íþrótt bara, leiðilegasta sport sögunar. Og svo kemur ykkur og segir, hið óvænta getur alltaf gerst, skemmtilegasta sport sögunar. Ég tjáum ekkert um það. Svo kemur inn kvöldið, jafnteflistæðurinn mikli, Árni með 1-1 gísk á 2 af 3 leikjum en gískar á 1-1 leik Spánar og Grænhöfðiða sem endaði 0-0, hoppa strax upp í 4. sæti með 22 stig. Shit. Og svo er þarna svo leikur seinna nóttina sem endar líka í jafntefli, þannig að ég fyrir 3. sæti. Ég þarf að kíkja bara, ég held að ég sé ekki með svona mörg stig. Ég fæ hérna, ég fæ skilabóð eftir þessa nótt, annað jafntefli í nótt, what's going on? Og ég skrifaði, hvern hefði grunað? Við þurfum ekkert að fara, mér langar að fara til Milano að leik með þér eða eitthvað. Já. Það er allt annars að þú ert komin á, ég held að þú myndir alveg fíla að vera á vellinum, sko. Á svona stórum velli, sko. Ég hef náttúrulega farið 4 sinni með eitthvað út, sko. Á jafnteflisleiki. Ég held að, nei, ég held að það var endur ekki enda jafntefli, þeir leikir. Ég fór á Liverpool, Chelsea. Þegar þú varst lítill, ekki? Nei, bara fyrir svona 2 árum. Aha. Liverpool, Chelsea, Anfield. Ég fór í boxið á, hérna, í Arsenal. Mástu ekki eftir því? Nei. Ha? Nei, ég man ekki eftir Í alvörunni? Ég hef verið í boxinu á Arsenal, Aha. hérna, vellinum. En þú ert að fara í alvöru passjónu AC Ég Milan hef líka okkar farið menn. það. Ég hef farið á 2 Arsenal-leiki, sko. Og ég hef farið á Anfield. Já, en svo þú ert að fara á San Siro. 80 manna kvikindi. Já, já. Nei, mér finnst það alveg gaman, sko. Já. Don't get me wrong. En þið finnst, þú vonar samt, þú veist, ég veit hvernig það er, þú vonar að þetta verði eitthvað 0-0 hundleilt í jafntefli, svo þú getur sagt. Nei, þú veist, sko, mér finnst, ef ég er mættur sjálfur, þá er ég Já. náttúrulega ekki vonast þetta við jafntefli. Já. En svo, hérna, finnst mér eiginlega skemmtilega að drulla yfir vini mína Já, sem hegi. að hafa gaman að þessu. Já. Það var líka svo fyndið í gæra því ég hef búin að vera allan tíman að naggast í þessu grúppchati Já. og menn orðnir svona hættir að svara mér og eitthvað. Svo heyri ég í Kristmund og hann eitthvað, hvað sælir, eitthvað hvað það gera? Ég er hérna fjöllinsleik, eitthvað ok, heyri mér út búinn. Og svo heyri hann í mér, sælir, eitthvað sælir, hvernig fór leikurinn? Ég vissi það alveg ekki. Já. Hann fór í jafntefli. Esjörk er komið á stöðpössunar á fjölni. Heyrðu, Já, til hamingju með það. takk fyrir það. Ertu harður fjöllinsmaður eða? Nei, ég er það nú ekki, en ég var í fjölni, sko, og Esjörk er í gráinum. Já, Þetta er bara svona stiðja hverfið. já, fallegt. Já. Hvað varstu að gera um helgina? Ég var eitthvað að gigga og ég kom náttúrulega heim frá Nashville, ég kom heim frá Nashville á 50. morgun. Já, ég var bara eitthvað að gigga og chilla með fjölunni, sko. Já, næs. En þú? Ég var, Ég borðaði mjög mikið að nýja nógrópinu. Já, það ekki. Svo það kom fram, já. Ég var bara eitthvað að chilla, Inga átti ammali á sunnudeginum. Nei, ég var að chilla, sýsti mín útskrifaðist sem sem meistari í háskóla á laugardaginn, þannig að það var útskrift. Jú, menningarstjórnin. Já, vissu það ekki. Jú, hún hefur lært svo margt. Menningarstjórnin, já, hún var að vinna í salnum eða er að vinna í salnum. Já. Og þannig að það var bara útskriftaveisla í kvalferðinu heima með mömmu og
og stjúpa Já, og hafa bongo, geðveikt gaman strákundir í gýr strækandi í gei. og hérna Haukur bara eitthvað í tjaldi með mömmu og eitthvað skilur bara geggjað. Svo átti Inga afmæli á sundin og þá hérna Til voru, hamingi með hana. takk fyrir það 18 ára. 31 31. hálf 62 Eins og hún vill kalla það. Já, eins og hún vill kalla það á sunnudaginn. Já, við fórum bara eitthvað í Gufunessi í grafinum hann að vorum bara eitthvað að rölta, fórum í skemmtigarinn þar og eitthvað, bara gott viður og eitthvað stemming og gaf hann einhverja gjöf og Geðveikt. já, en þetta var frekar næs, það var bara svo næs veður. Insane veðurgur. Já, við vorum mitt bara á pallinum allan tíman, sko. Já, og þetta er svona veður það sem að bara, mér er alveg sama hvað gerist, það er bara næs. Já. Eða fattur hvað við, þú veist, bara. Við erum úti núna. Já, við erum úti núna að taka upp þáttinn, sko. Já. Og við erum í góðfúslegu boði, Já. Dominios. og Nói Sirius. Oh yeah. Oh yeah, baby. En mér langar svolítið að fara í eitt lið sem að hefur verið á undanhaldi hjá okkur. Já, Það er hérna einkamál. ok. Það var bara að fara beint í það. Já, geðveikt, ég er til í það. Er það ekki? Jú, þá var ég að giska hvort þetta búa til nöfnin eða ekki. Já, ég les upp 10 nöfn. 5 af þeim eru alvöru nöfn Já. og af stefnum út að sína einkamál. Já. Og hérna, þurfum við að fá þá eins og sponsa. Þetta er geðveikt auglýsing. Já, ángríns. Og Ég var líka til að fá einhverja inn, ef þið kannast við eitthvað nafnarna og þið viljið koma og segja frá einkamál, þá bara heyri ég okkur. Já. Má ég segja, herru, við byrjum, ég ætla bara að lesa þau öll. Já. Og, eða hvað? Nei, hvernig gerðum við þetta síðast? Ég ætla bara, ég les eitt. Þú lest öll, Já. held ég, nei, býtu. Nei, ég les bara eitt. Ég les eitt í einu og þú er að gíska. En segir mér strax hvort ég hafi rétt fyrir mig eða ekki. Nei. Ok. Ok, ertu tilbúin? Já. Ég veit ekki hvort að einhver af styrtaralöðurum okkur vilji vera á bakvið hennar lið. Þannig að þessi lið eru bara í bóði mín. Já. Fyrsta nafnið er Ein með öllum. Ein með öllum. Og ég held bara fram. Ok. Næst er það, jú, nei, já, þú ert að gíska. Er Ein þetta með alveg? öllum, ég held að þetta sé satt. Ok. Sé alveg nafn. Svo ætlum við að segja Mysterious Temptation. Það er svolítið þú, sko. Ég hugsa að þú hafa búið þetta til. Ok. Tot Please. Tot please. Já, Tot Police. Nei, Tot please. Þetta er svolítið þú, en ég held að þetta sé alveg líka. Ok. Ég held að þetta sé alveg. Tot please. Not Tall But Big. Þetta getur verið Aronljó, sko. Þetta Not Tall But Big. Þetta er alvöru. Hvað er mörg? Þetta eru 10. Ok. Þannig að þú ert búin að segja þess að 2 alvöru og 2 hérna, Nei, held ég búin að segja 3 alvöru já, það er rétt. og 1 vitlaust. Já. Einmanna Káká. Ég held að það sé giftur, sko. Það er hægt að vera gifturinn samt einmanna í þessum heimi sem við eigum. Allir bara með andlitið í símanum. Já, einmanna káká. Ég fúst, þetta er lí. Ok. En þetta er samt svo basic, en ég er bara búin að segja svo mikið satt. Já. Þá er það næsta með fullan munn 93. Þetta er eitthvað sem þú bjóst til, sko. Með fullan munn 93. Þú bjóst þetta til. Ok. Hvað, það er 3-3 þá? Já. Svo erum við með RFK framíhald 21. Vá, þetta er ógeðslega erfitt. Ég held að þetta sé lí. Ok. Má sjá. Ég er nefnilega að skrifa niður hvað þú segir. Já. Ok, þá er það næsta. Þetta er þriðja síðasta. Já. Niðurstrykk 21 CM, niðurstrykk.
niðurstrykk 21 cm. Já. Þetta getur þýtt alls konar. Niðurstrykk 21 cm. Já, þetta heldur gæti verið, já, það er rétt. Hann gæti kannski hafa mist hendina, part af henni og Eða þetta getur verið 21 Savage og hann ætlaði að skrifa 21 MC. MC, já. Þetta er, hvað er, þetta er satt. Ok, Er ekki 4-4? Ég held það. ég manna ekki. Ok, svo er það sjómatur með bónir. Sjómatur með bónir. Sjómatur með bónir. Þetta er svo mikið kjátt. Þetta er lygi, sko. Þetta er lígi, ok. Sjómatur með bónir. Sjómatur með bónir. Þú segir þessi lígi. Já. Og svo er það síðasta Hjartveig. Hjartveig. Já, það er ekkert fyndið við það, sko. Það er ekkert fyndið við það, sko. Það er síðasta nefnd á listunum. Þetta er lygi líka. Þetta er lígi. Helviti margar lígar. Já, ekki 6-4, ég held það. Ok. Viltu fara yfir þetta? Já, fyrir mig verið þetta. Ein með öllum. Já, Þú sagðir að það væri alvöru. já. Það var ekki rétt. Ekki, Það var búið til, ok. búið til að mér. Ég hugsi þið sagt að þetta hefði komið setna. Já. Þetta er nefnilega, það er líka triksið að, Já. að ræða sér rétt upp. Algjörlega. Mysterious Temptation. Þú sagðir að það væri ég. Já, Það er ekki rétt, það er alvöru nafn. aha. Já. Not Tall But Big. Þú sagðir að það væri alvöru nafn. Já, Það er alvöru nafn. já, ok. Tot Please. Já, Þú sagðir að það væri alvöru. Og það er alvöru. Já. ok. Einmanna Káká. Já, Þú sagðir að það væri alvöru. Það er ekki rétt, ég bjóð það til. ok. Með fullan munn 93. Þú bjóst það til. Þú sagðir að ég hef búið það til. Það var rétt hjá þér, ég bjóð það til. RFK framhjál 21. Þú sagðir að það væri búið til að mér. Já, Það er ekki rétt, það er alvöru. aha. Já. Sjómatur með bónir. Það var búið til. Ég bjóð það til. Það hlaut að vera. Ég bjó- Sjómaður með bónir. Þú sagðir að niðurstrykk 21 cm niðurstrykk væri alvöru. Já, Það er alvöru. já. Og Hjartveig, ég bjóð það til líka. Eða ekki. Hvað er mörgum stigum? Mörg stig? Þú ert með 7, 1, 6. 2, 3 Býti 1, 2, 3 4. Þú ert bara með 4 stig, með hvað það sens? Nei. Af 10. Ég held ég var með svona 7. Ég gerði sko grátkalla þegar að þú náðir ekki. Ok, 4, það er fínt. Býti 1, 2, 3 4, 5, 6. Vá, ég var ekki ég gerði nefnilega broskalla þegar þú hafði rétt og ég las þetta eitthvað vitust. Já, En já, þú ert með 1, 2, 3, 4, 5, 6 stig. ok. Það er næs. 6 af 10. Þú náði prófunu. Já. Sko, ég er að spá hvort ég ekki bara henda okkur beint í. Mér datt í hug svona í podcastum og þá var maður ofta detta einhverja nýja og skemmtilega liði í hug og svona. Já. Og mér datt í hug einn sem er, þú veist, geðsjúka staðrendir. Og þá Ok. eru það eru staðrendir og ein staðrendin er bara algjör hundakúkur. Ok. Og þú veist, þú ert að reyna að giska hver er þetta og þetta eru geðsjúka staðrendir Las Vegas. Ok, geggjað. Ok, Las Vegas strippið er ekki í Las Vegas. Það er ekki innan borgarmarka Las Vegas. Það er í bæjarfélagi sem heitir Paradise. Ég ætla að segja ok. Já, þú heldur bara áfram. Já, Las Vegas er bjartasti staður á jörðinni. Sem sagt frá geimnum. Hvað er þetta mikið hundakúkur? Er bara ein hundakúkur? Já. Ok, Þetta er sem sagt frá geimnum er þetta bjartasti staður ok, í heimi. ok. Þú veist að séð á nóttinni vantarlega. Já. Það er sem sagt flóttabíll grafinn undir hótelið þarna þegar, veistu hvað Benjamin Bugsy er? Mafjósinn Nei. og myrtur. Þá sögðu sögursagnirnar að Link ok, sögursagnirnar, ok, en þetta er ekki það að Link og Continental bifrið hans hafa verið grafinn undir undirstöðum Flamingo í Las Ok. Vegas. Hluti, hægt er að sjá ekta hlut af Berlínarmúrnum á salerni Karla í hérna Main Street Station Casino Brewery Hotel. Ok. Þetta er líklega rétt, sko. Já,
endurgerð The Sphinx, Great Sphinx Já, Sphinx. Já, Sphinx of Giza Já. er stærri en upprunalegi Sphinxin Það? Já. Ok. Já. Áhugavert. Og í Las Vegas er yfir 150.000 hótelherbyggi Já. og ef þú myndir gista einu nótt í hverju myndi það taka 400 ár Vá. Já, það er miklu meira en 200 ár Tvöfalt meira. Tvöfalt meira en 200 ár Já, þetta er sem sagt Las Vegas er brúðkaups höfuborg heimsins með yfir 300 athafnir á dag og er í efsta sæti á undan Istanbul Ok, veit ekki okkur hvað það myndi. O.J. Simpson er talinn að hafa selt flestan sinn varning og hluti í gegnum ferilinn í Las Vegas til að borga skuld vegna spilavíta í Las Vegas Ok. og ljósgeislinn á píramídunum á toppi Luxor er talinn sterkasti ljósgeisli heims eða vendalega laser Ok. á heiðskýru lofti kvöldi geta flugvélar síðan í alltaf 440 km fjarlægð eða ljósgeisli, nei þetta er ljósgeisli Þetta er ljósgeisli. Stærsti spilakassavinningur sögunar var í Las Vegas þá vann 25 ára hugbúnaðarverkfræðingur sem að væntanlega var ekki að halda framjá 39,7 milljónir dala í spilakassa eftir $100 veðmál Vá, Já, maður. það er ávistun Hvað sagður þetta að vera mikið? 39,7 milljón dollar 2003 Guð minn alveg. spilakassa á Excalibur Hotel Já. og mesti hagnaðurinn kemur ekki frá fjárhættuspilum í Vegas hótelum það er mest út af skemmtunum, veitingastöðum, hótelgistingu og luxusþjónustu Í alvörni? Já. Ok, þetta er áhugavert. Ég held að þetta sé nokkuð gott þetta er nefnilega, en líka ef þú ert eitthvað yfins með þetta koncept þá Já. spyrðu bara og þetta er náttúrulega alveg glænýtt þetta er geðsjúka staðnendir Já. og ein af þeim er hundakúkur Bjóst þú þetta bara til? Já, mér datt það bara í hug að vera með fullt af staðnendum Já. og ein bara, Geðsjúkum? já, það er ekki bara einhverjum vennilegum, bara geðsjúkum staðrendum Ok. og ein er bara algjör hundakúkur Finnst ég kannast eitthvað við þetta, sko. Já, en það er einmitt, það er að besta við það Já, já. Þið finnst þetta að vera familjar Já. en aldrei heyrt þetta Áhugavert. Já. Ég ætla að segja mér eftir hvað fyrsta var. Ég fekk einhverja Það sem tilkynningu um sagt- að hann að The Strip er ekki innan bæjamarka Las Vegas hana. það er í bæjarfélagi sem heitir Paradise Ok, getur þú að gefa mér svona smá recap? Já, Strip er ekki Las Vegas bjartasti staðar í jörðu, flóttabíll grafinn undir hóteli, Berlínamúrinn Sphinxin er Já. stærri ég glemdi einu nei, ég glemdi ekki einu Sphinxin er stærri 150.000 hótelherbyggi brúðkaups höfuborg O.J. Simpson ljósgeislin, Já. stærsti spilakassavinningur og mesti hagnaður ekki Hvað sagði, ég var ekkert að hlusta þegar þú sagði ljósgeislan. sem sagt að ljósgeislin frá píramídunum á toppi Luxor er talin sterkasti ljósgeisli heims á heiðskýru kvöldi geta flugvélar síðan í allt að 440 km fjarlægð Ok, þannig að basically sama hana, með þetta og hana, hún sé skærast í heimi. Já, eða þú veist þarna er verið að tala um strippið sem bjartasti staður á jörðinni Ég ætla að fá að segja að strippið sé partur af Las Vegas. Ég náður, það er ekki hundasverinn hundakúkurinn meina ég Hvað er það? O.J. Simpson var að tala hafa selt flestan sinn varning og safluti í Las Vegas til að borga skuld vegna spilavíta í Las Vegas ef hann gerði það þá bjóði allavega til sko. Ég held að hann hef ekki gert það Ég ætla að spyrja gerðugrindina. Já, ég veit náttúrulega ástæðan fyrir ég tók þetta er út af því að það var náttúrulega eitthvað að hann misti allt sem hann átti hana og það var eitthvað en hann náði aftur Ekki það, ég er að googla þetta. Ég er ekki að nota gerðugrindina. Já, það er svo mikil vass Ég verð alveg bara rugglegar því ég heyri að fólki nota gerðugrindina. Ég Geti- veit það Því, Akkur styrti ekki bara niður 2.000 lítrum í stæðan að vera að spyrja þessa spurningu já, einmitt. Og drekkið ykkur í vatninu. Af því að, sko, af því það er alltaf að vera að nota hreint vatn. Já, það er bara þannig Það er bara þannig Ég sko. verð svo fucking pyrraður því ég heyra þessu, sko. Ég veit það Flokkar þú mikið það? Ertu samur flokkari? Ég flokka aldrei í matardæmið sko Nei.
hjá mér er þetta svolítið blandað og svo er ég með plast og pappa. En þú? Já, ég flokka mjög samskuðsamlega. Bara upp á mengun og annað. Bara út af mér er svo andum framtíð barna og ég minna. líka bara nenni ekki að tjá mig þetta. Ég veit að þú flokkar pottið ekki. Þú ert Má ég með sjá 8 blandaðar tunnur á núti. Sko Simpson lived in Las Vegas for many years. Ég spurði ekki einu sinni Vegas. Ég sagði Nei. hérna, if by OJ, ég spurði bara, in what city did OJ sell most of his stuff? Já. If by OJ you mean OJ Simpson, most of the well-known sales of his memorabilia and personal belongings were centered in Las Vegas, Nevada. Já, en var það út af spilarskuld? Eða var það ekki bara út af því að hann var orðinn fjárhagslega fokkt út af málinu? Af því að hann gerði bara svo ókslega mikið að slemmi fjárfestingum. Nei, út af hann alltaf misti alltaf tekjur og var dæmdur hann og eitthvað. Hann var alltaf, svo fór hann actually í fangelsi fyrir að fara og reyna að stela tilbaka. Já. Ertu að segja mér þetta sé ekki hundakúkur? Ég held að þetta sé ekki hundakúkur, sko. Af því að Jú, ég held að það hafi ekki verið út að spila vítum samt. Og byrju, Simpson lived in Las Vegas for many years after his release from prison. His autograph signings and memorabilia dealings were concluded there. Má ég sjá. Og ég spurði bara, was he a gambler? Yes, O.J. Simpson was widely known to gamble, particularly during the years he lived in Las Vegas. Já, en þú veist, Þú ert gjössalega bara að kúka upp á geðsjúkar staðreyndir Þú ert búin að mála þetta í hot það er eins, og þú setti mig upp. það er ein var hundakúkur og þessi var hundakúkurinn. Hinn er alltaf geðsjúkar. Já, því þessi er ekkert það geðsjúk. Þetta er Nei. allt staðreyndir, það er ekkert það geðsjúk. Já, þessi bara að vita þetta allir. If you're asking about a specific claim, for example, that gambling debts were connected to its finances, I can explain what is known. Já, má ég sjá. Já, please. Gambling debts. There have been rumors for decades that O.J. Simpson had significant gambling debts. Simpson was a frequent gambler, especially in Las Vegas. Court documents over the years showed that he had substantial financial obligations. Okay, hérna er ég samt með. Ég skrifaði, why did O.J. sell all his memorabilia? Já. Þá sagði hann, það er þrý. One, to satisfy civil judgments and debts. Já. Hann þurfti að borga $33,5 million over the years, courts and to raise money, já. All sold autographs and Akkur fekk memorabilia. hann ekki bara lánað hjá þessum hugbúnaðarverkfræðing? Ángurís. To generate income, help cover legal expenses. A related twist is that in 2007, Simpson became involved in the Las Vegas incident that led to his armed robbery conviction. He claimed that he was trying to recover memorabilia that had been stolen from him and was being sold by collectors. Ef þú myndir vinna, ok, sem við fyrir til Vegas. Já. Þú hittir eitthvað jackpot. Já. Þú vinnur 100 milljónir. Já. Hvað gerur? $100 million. Nei, bara 100 milljónir íslenskar. Slakað á. Okay, 150 milljónir, sem $1 million. 150 milljónir. 150 milljónir. Ég myndi kaupa ég myndi bara kaupa hús fyrir mig og Ingo og strákana. Já, þú veist, ég myndi kannski ekki setja allt í eitt hús, skilju. Ég myndi kaupa frekar eitthvað svona stærra, skilju. Kannski 120 milljónir eitthvað, Ok. 130. Hvert myndir þú vilja fara? Las Vegas. Nei. Alltaf fórum að vinna. Já, nei, ég veit það ekki. Ég er ekkert rosa fastur á einhverju, eða þú veist þannig, sko. Einhverju hverfi. Nei, það er meira kannski bara eignin eða Já. náttúrulega, eða, veist, já. En Inga, er hún með einhverju svona rætur? Hún er Garðabæ og Vesturbæ, en nei, ég held að hún sé ekkert rosa föst heldur, sko. En já, ég hugsi ég myndi kaupa, þú veist, eitthvað svona 120-30 miljón króna eign. Já. Og svo kannski reyna að fjárfesta eitthvað smá, Já. þú veist, í einhverjum 2 íbúðum eða eitthvað. Bingo, það er lið ár. Þú skuldar 75 milljónir í skatt. Hvað gerur? Þá verð ég að selja OJ memorabilia mitt. En þú, hvað myndir að gera? Fyrir 150 milljónir. Sitja á svartan. Já, ég myndi dobla það. Það var hérna Óli, svona stjúpa, Já. var að tala um mig um einhverja taktík sem á að vera eitthvað 98% að þú doblir peningin Já. í rúllettu. Já. Bara ekki að setja alltaf á svart og byrja á einhverju grunnu upphæð, Já. þessu tvöfaldar en alltaf, Já. þangur til hún vinnur Já.
og þá byrjar aftur á grunnupphæðinni og dablar hana þangað til þú vinnur, Já, byrjar aftur á grunnupphæðinni. Við getum verið að prófa þetta. já, býtu, ég skil ekki alveg Þú Þannig segjum að setja 10, Síð tapar, $10 bara. 20, tapar Já. og úst, upp í 80 og þá vinnur 80. Ok. Þá ertu komin 80 pluss. Nei, þú ert ekki komin 80 pluss. En segjum En basically bara þetta, skilur. Og svo úst, það er basically 50-50 á að vera, skilur. Já, já Nei, það er nefnilega ekki 50-50 Nei, Af því það getur komið ish. Nullið Já, Og oft eru 2 0 með þess að Það er já. grænt Þetta er svona mikið nördasvar. Það er 49% líkur. Actually er það ekki 50-50 Actually, já. Það getur komið 0. Nei, og eitthvað svona, þetta er að vera eitthvað svona dæmi. Já, ég var einu sinni stattur í spilvíti Já, Erlendis og horfði upp á einn gæja já, Það var sem sagt hérna búið að koma bara rauður endalaust já. og hann setti á svartan og það kom rauður og hann, ég held að hann sett svolítið duglega hann Já. setti alveg, þú veist, ég man ekki hvað það var hvort það hefði verið 20 skall eða eitthvað Já. og hann panikaði smá og setti 40 skall á rauðan, nei á svartana þegar hann var vissum að myndi koma svartur kom aftur rauður þá setti hann 80 skall kom aftur rauður ég held já, og svo var þetta sko þannig að hann þurfti að fara bara í hann var hlaupandi bara í panika hann átti ekki í þetta Já, já. að vera að gera þetta, skilur Já, að þetta er svo fljótt að þegar þú ert komin Já. yfir, skilur yfir 10 skallin já. fattur þetta er auðvelt með $10 Mhm. en þegar þú ert komin bara eitthvað, þú veist, ef þú byrjar bara á 5 skalli Já, eða kemur rauður 10 sem í röð þá ertu bara að setja 50 skall og svo bara 100 skall og 200 Já. skall, fattur þetta er svo ótrúlega fljótt að verða eitthvað þvæla já, það er svo geggja bara að vera með eitthvað smálán og kreditkort og bara keira þetta í botn, skilur. aha, Bara keira allt í botn, skilur, og bara taka lána á þetta allt og bara halda áfram að dabla. en ef það kemur ekki liturinn, Það er bara að selja allt sem á átt, skilur, og bara keira á þetta. keira Það- hvað? Bara svartan eða rauðan, skilur. algjör fíkil. Bara keira á þetta, skilur, og bara selur keira á það. þetta maður Já, hvað, ertu kvittir eða? Nei, svo var þetta sem betur fyrir átti þessi góðan endi þessi saga, hann fór þetta var alveg galið sko, hann fór það sem hann gæti tekið út pening og hann Já. fór bara fremst í röðina, fór bara fyrir framan alla og bara ég verð og tók út 250 skall og setti það á og það kom, þú veist, á náðan Aha. peningur sín tilbaka, já, rosalegt sko. Já, pældi ég að vera búin að grafa. Þetta er svona að lenda menn í vissin, svo koma þær heim. Shit. En við erum nú aðalega að fara þarna til að fara á UFC. Þetta er menningaferð. Þetta er menningaferð og við ætlum á UFC og við ætlum á Chris Angel. Já, Mind Freak. Við ætlum að taka upp þátt. Já, við ætlum að taka þátt. Við ætlum að reyna að vera duglegir að taka upp content líka, eitthvað allavega. Og já. Við erum eitthvað aðeins búin að vera að skoða live show. Já. Shit, hvað var í gaman. Já, Við erum að reyna að láta það make a sense já, og hérna, já, við erum bara að reyna að finna út úr því. já. Meira um það kannski síðar ef Já. við endum á að gera það. Já. Veit ekki, Og- já, við erum alltaf búin að fá einhver svör á Instagram. Já. Þess að maður er svo mikið að renna blind í sjóin með því að Já, gera ég live show. sammála. Það er ógæslega erfitt að átta sig á eins og með podcastum og svona hversu margir er að hlusta almennilega Já. og hversu margir myndu mæta og eitthvað. Já. En þú veist, það var mjög góð svörðan við stóriðinu, skiljur, Mhm. prósentulega, skiljur. Þannig bara, já, Já. peppa okkur ef að þið viljið. Ég var að spá hvort ég ætti að henda þér í mæðratips, beauty tips, pappatips liðin. Já, takk. Það sem Í fólk boði gera- Dominos. Í bóði Dominos. Það er félagsmyndstöðin 40 40% afsláttur Já, af Dominos. hann er það. Mér varst bara svo fyndið og sagði búið Dominos og svo sé ég bara fyrst einn. Já, ég vissi nefnilega að þetta væri guðið mér. Sælifiður. Þetta er einu pappatips. Ok. Kem undir nafnlaust einfallega vegna þess ég skammast mín. Ég vonaði svari mér heiðarlega vegna þess. Og þetta er svona að ég vil að þú nýti þína Já, reynslu já. og svona til að hjálpa honum Ég er honum marga fjörun og sopið. Já, ég er ástfanginn af strákum, búinn að vera giftur í 12 ár sumum konunni og á með henni 4 börn. Það elsta er 14 og yngsta 15. Ég veit innra með mér að ég sé annarkvort gay eða bisexual. Já, og kannski svara þessu eitt smá. Spurning mín er þessi, hafið þið upplifað að opna sambandi?
Ég elska konuna, ég hef aldrei sofið á neinni annari, en mér líður eins og ef ég fengi að prófa aðra hluti, þá slöknar þessi böl að hugsa aðra menn. Hver ykkar reynsla á trekant? Já, hvað finnst þér svona, þú veist? Maður hefur alveg heyrt, maður hefur alveg svolítið séð á binna glýja þeim að þessu svolítið af einhvern giftum köllum og eitthvað Já. í þessu. Já. Er það ekki? Jú, maður hefur eitthvað heyrt af því. Er það ekki? Jú. Sko, já, einmitt, þannig að þetta er maður sem er hamingjusamlega giftur, eða ekkert það hamingjusamlega giftur. Já, hann segir sér að ég er ástfanginn af strákum. Já. Hún er giftur í 12 ár sömu konunni. Já. Hún á 4 börn með henni. Það er rosalegt. Já. Sko, ég það er spurning, sko, er þetta ekki bara... Hvað veist þér hann þetta að gera? Ef þú er í hans sporum, Já. hvað myndir þú gera? Ég hugsa, ég myndi reyna, sko, ef ég væri hann, þá Já. myndi ég reyna að snúa þessu upp í Í stemmingu? einhvern leik með konunni. Já. Kannski kaupa eitthvað gerfiskegg Já. og kúluhatt Já. og fara í hlutverkaleik með henni, leyfa henni að vera Auðvitað. með í þessu. Já, auðvitað. Já, ertu að tala um vera með honum og öðrum gaur eða? Nei, bara í bara- fantasíunni. Bara sóði hjá konunni þinni, Já. en klætt hann upp sem gaur. Já, hún mun líka örugglega kunna meta heiðarleikann. Það er sem ég segja. Það er ekkert sem að þeir fíla meira en heiðarleikann. Ég vil bara heiðarleika fyrst og fremst. Já. Og hérna, þú veist, áður en að fyrir að taka einhver svona risa ákvörðun um að opna sambandið Prófa það svo prófa að setja konuna þinni í jakkaföt. Já, prófa svo hjá konunni sem kalli áður. Já, mér finnst þetta bara góð svör. Svo er ég með eitt hérna inn á mæðratips. Já, Mér finnst þetta mjög vel svaraður. takk, Líka, þú tókst þessu alvarlega, skilur. algjörlega. Hvað finnst ykkur um þetta spurningmerki? Maðurinn minn ætlar að horfa á leik á morgun frá 17 til 19 með félaga sínum. Okkur er búið matabóð þar sem mæting er klukkan 18 en hann ætlar að horfa á leikinn og fá sér bjór með honum og mæta því seint. Inn í svega segir 2 bjóra en endar örugglega í 3. Úff. Við höfum 2 börn. 1 4 ára og 1 4 mánaða. Já. Það sem fyrir mest í mig er að hann virðist aldrei geta sleppt því að fá sér bjór þegar hann hitti félagana eða horfur á leik. Er ég ósangjörn að finnast þetta pirrandi eða myndu þið líka vera ósátt við þetta? Já, einmitt. Sko, já, Maður skilur svo sem báðar hliðar eða þú veist, hann vil fá sér kaldan. já, eða þú veist hann er kannski bara eitthvað með félögu sínum skilur Já. og hún, Og hún en þú veist, svo veist mér líka eitthvað svona hann segir 2 bjóra en endar örugglega í 3. endur Þú glýtt þremur. veist þess að það sé eitthvað svona þar fyrir hann yfir striki sko. Já, já. Sko, ef ég væri hún, Ég skil hana ef þetta er ógeðslega oft að gerast skilur, Já. en ég meira svona, ég skil hann líka alveg ef þetta er bara eitthvað svona once in a blue moon. já. Ég myndi bara, hérna, ef ég væri hún, þá myndi ég bara bjóðast til að, hérna, Fara í jakkaföt og úr í honum. Ég myndi bjóðast til að, hérna, halda bara matabóðið á einhverjum sportspub. já, auðvitað. Fara bara út að borða, fá sér kjúklingavengi, Já. þá getur hann fengið sér kaldan með strákunum, þeir joina bara matabóðið og matabóðið er bara, Það er enda geðvik pæling. nei það ekki. Jú. Þá er ekki Hvað finnst þér ekkert samt að hann uppáhalds. segir við hann ætla að fá sér 2 en endar örugglega í 3? Þarna kemur heiðarleikin sterkur inn. Já. Ef þú ætlar að fá þig 3, fá þig bara 3. Já, segðu það Segðu bara. Já, vertu heiðarlega með ekki koma Ekki og fokkin segja sem- slefandi heim. Ekki segja að fá þig 2 en enda svo pottit á að fá Já, þig 3. örglega. Mjög líklega að fá þið 3 og mæti bara slefandi heim. Já, mér finnst þetta gott. Ok. Já. Eitt í viðbót. Haldið matabóðið á sportspub. Ég er að taka allan hingin, sko. 1 pappatips, 1 maðuratips og núna er ég komin á beauty tips. Ok, takk. Þetta er síðasta. Og mér líður eins og þú getur svarað þetta. Ok. Mjög vel. Já. Hjálp! Kapslokk. Ég hef búin að vera strák í næstum ár. Mm. Allt fullkomið. Mm. En í gær fekk ég skilabóð frá ókunnum gæja. Mm. Veistu hver ég er, spurningmarki? Ég sagði nei. Hann sendi mér mynd. Þetta var hann og kærastinn minn. Brúðkaupsmyndir. Þeir voru giftir. Mér langast þetta ekki að hætta með honum af því hann er besta kynlíf sem ég fengið og ég lóki held ég geti verið ólétt. Hvað á ég að gera? Jó. Hvað á hún að gera?
Pældi í hvað djöllítur hann gefa hann góðan maður. Já, báðu megin við línuna. Já, Það er þau vilja, rosalegt. já. Við viljum að fá að vita hver þetta er. Þetta er auðvitað hann að niður sig 21 cm, gæn. Þetta er þetta sjómatur með bónir. Já, sjómatur með bónir. Fótið með geggja tekjur og gefur hann góðan, sko. Ok. Þú ert búin að vera að hitta gaur Næstum ár. í næstum ár. Ég var búinn að vera með stráki næstum ár. Þetta meikar sens þessi sjómaður. Segir við hann að hann sé á túr Já, og fer þá heim og segir við hann að hann sé já. Og er bara ekkert að vinna. það er ekkert að vinna, bara atvilsbótum. Að gefa hann. Fullri vinnu með að gefa. Ég er bara að gefa hann á atvilsbótum. Ok, þarna, þetta er snúin staða. Já. Uh, Og það er langar sem það geta hætta með hann því að hann er besta kynlíf sem hún hefur fengið. Og hún Loki heldur hún getur verið ólétt. Shit. Já, það er gott að hendi því svona eftir á. Já. Og Loki gæti verið ólega. Já. Þarna myndi ég nú tala við þennan ágæta mann sem þú ert búin að vera að hitta. Já. Og Segjum bara hann heiti Árni, svo það séu vildar að tala um þetta. svo séu við þetta að muna Nei, ok. Talaði við hann, sýndur hún skilabóðin, Já. bara hvað er að frétta Mhm. og stingdu upp á fjölkvæni. Já. Það getur verið bara 3 saman í bullandi stemmingu. Það er allir í því. Það er allir í því. Helgi Sjón er í því. Já. Ert þú eitthvað í því? Nei, ég er ekki í því, en Helgi Sjón er í því. Kannski eftir Vegas. Er þið að reyna að plata mjög yngu ykkur svona Ég rugla? ætlum kannski rétt ykkur villisum hótel líkin. Shit. Heyrðu, þið komið bara í kaffið viljið. Klukkan er 3 um nótt. Já, Já, þið komið bara í kaffið viljið. Og eitthvað þú mátt ekki Inga vera svo spennt hún heyrir þetta, sko. Já. Hún er alveg sjúk í því. Það er bara helmingurinn af samtölum. Já, það er bara eina sem kemst að heima, Árni hitt og Árni þetta, sko. Hún er alveg sjúk í því, sko. Hvað er það að gera í Nashville? Já, hvað er það að gera í Nashville núna? Hringdi hérna á FaceTime. Já, heyrðu, svo er á morgun við erum að taka þetta upp hérna á þriðjudegi, 16. júní. Á morgun er 17. júní partí. Já. Heldur betur. Maður veit ekki hvort það er heima í Árna. Já. 17. júní partíð Maður er bara hræddur að finna þetta ekki. Þetta er svo stór lóð hérna. Það veist hvað við. Ég veit nákvæmlega. 1700 júní partí. Fattar þau? Já. Já, það verður gaman. Já. Ég er myndi að fara núna eftir þáttinn að fara að setja saman einhverja bekki hérna. Já. Ég vona að þetta vona líka að veðrið verið næs. Já, það er ekki Pældi hvað Ísland er trekt með það. Já. Að, maður fær gott viður og maður er bara shit hvað er gaman. Ég var svo geðvitt í vinnunni. Já. Og þú veist, ég var bara og Júli var að segja eitthvað ég gæti sem á þetta með mér var að segja hérna eitthvað ég gæti ekki verið haft svona alla daga bara gaur ég gæti haft svona alla daga Var hann að kvarta við veðrinu? Já, það stóð heitt. Hvað er að honum? En þú veist, við erum satt í líkalegri vinnu og eitthvað en þú veist, maður væri bara í stuðbuxum og í stemmingu. Já. Já, þannig það verður stemming á morgun. Já. Ég fór upp í Fána áðan. Já, ég sá vídeoð. Þetta er samt svo mikið, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig þetta er gert, en ég held að það er svo gerðir að sé ekki svo eigin að gera það, sko. En mér leiði svo að það þurfti ekkert eitthvað mikið til að þetta myndi eitthvað að fara. Nei, ég veit það. Úrskeiðis. Það var svo, línan á ekki að fara svona upp eins og hún var, skilur, þú veist, hún á að vera eins og hún er núna. Já. En hún var föst uppi, þannig að ég þurfti að klifra upp í Fánastöngina til að ná í þetta. Og með Pétur frá þetta. Og svona, hann var svona eins og fjórði gaurinn að halda á borðinu, skilur, svona, já, svona heldur bara við hann ekki að gera neitt, sko. Já, ég held að hann sé að beiglast. Ég held að Fánastöngin sé að beiglast. Já, þetta verður ekki ekki. Já, þú varst með einhverja eina samsæriskenningu. Já, ég meina samsæriskenningu. Ég var að pæla að kalla það no, að því ég vil fá þitt mat á því. Já. No eða serious. Ég búið no is serious. I like it. Það er gæja á TikTok sem að ég er búin að vera fylgjast með. Sem að er með þessa samsæriskenningu. Ok. Að hvítt fólk séu geimverur. Hann er svartur og hvítt fólk séu geimverur og hinir raunverulegu humans séu svart fólk og hvítt fólk ég veit ekki hvort það sé eitthvað tæft eða er ég eitthvað ruglaður eða? Nei, hvað er bara með þetta? Það er bara kvætt við. Ok, hann vil meina það að
að við höfum komið hérna fyrir einhverjum milljónum ára, Já, hvíta fólkið, eða þessi geimururnar, já, og og í gegnum portal í hellum, í hellum. og séum búin að koma okkur fyrir á jörðinni, en þetta sé samt ekki heimilið okkar, af því að, og ástæðan fyrir því að við erum frá plánutinni Nörn, hún heitir Nörn, ok. og það er ekki sól, og þess vegna skadar sólinn okkur. Já. Hann segir, húðin ykkar var ekki gerð fyrir sól. En býtu, hvað hefur hann fyrir sér í þessu? Er þetta bara einhver stóner með webcam eða? Ég veit ekki hvað hann hefur fyrir sér í þessu, en hann er mjög sannfærandi. Aha. Ég ætla að fá að spila bara smá hérna. We didn't even know that this was our planet and that they took it over. And they lied and they said we were all one species. And I found out, no, the hell we're not one species. You are another species from a different planet, and that's why the sun kills you. And I'm from this planet, that's why the sun don't kill me. Ekki lega. And they brainwashed us. They said, all people burn in the sun. You are some motherfucking liars. All people do not burn in the sun. I never burned in the sun. We didn't even... Þetta er alveg punktur, og svo er annað hérna vídeo. I am not a human. Nei, hann er ekki human. Ég bruglaðist aðeins. Já, býtu. Hann er Anunnaki. Býtu, hlustaði bara. I am not a human. I'm not a human, and neither are none of my people. We're not humans. The human is a species that is a descendant from the Plutonian galaxy. They come from a planet called Nern. Nern. On planet Nern, it is only cold. It's not hot, it's cold Okay. on planet Nern. And there is no sun. Engin ról. On planet Nern is a planet that humans were created on. And they were created alongside of the primates, the vampires, the ogres. Shit, hvað hann er samfærandi maður. Ég þyrfti svona max 3 glæru sér frá þessu gæja og ég myndi alvarlega Kaupa þetta. Gæði, þú verður að taka, næstu fyrir mig tónil að verður að taka þessa ræðu. Já, Tryggvi, heldur þú í alvörni að þú sért ekki frá plánutinni Nern? Já, ok, hlustaðu á þennan gæja. Hlustaðu á hann gæja. Hann heitir Taslim. Hlustaðu á Taslim. Taslim. Ef ekki, við setjum þetta... Nei, hann heitir Tassim. Tassim. Já. Taslim. Ef þið viljið taka deep dive í þetta, Já, þá vil ég taka, hann heitir Tassim Delisa á TikTok og hann er með í bio I teach my people our true history, this planet was stolen, textbook only $9 until midnight og þú getur farið inn á thisplanetwasstolen.com og keypt það er bókina. bara $9 fram að mér. Ég er að pæla að kaupa þessa bók, sko. Ef að reyna að fá félagsmiðstöðin 40 afsláttjónum. Við setjum þetta í story líka, þannig að fólk getur kynnt sér þetta. Já. Þegar þáttunum kemur út. Þetta er líka rosalegt tilbúð, sko. Aha. Þetta kostar venjulega $35, þetta kostar $10. Nei. Ég er að kaupa þetta. Buy with Apple Pay. Má ég segja. Þú voru að lesa þetta. Ég þarf eiginlega að koma með alveg skýrslu, sko. Já. Ég til ég að þú snýrir þessu aðeins við og eitthvað svona. Þú kannski kemur aðeins betra Ég næst. þarf að lesa með, það eru 22 reviews á þetta, það eru öll 5 stjörnur. Aha. Já, þetta er gjörsanlega, Er þetta bylting? Er þetta revolution? þetta er bara revolution, sko. Greiðsla út af korti, Ekki heimilað. this planet was stolen. Geðvikt, order confirmed. Ég hlakka til að skoða þetta. Love it. Download your files, já, þetta er e-book. Já, Ég laka til að heyra allavega. Þetta er að láta fræða mig um samsvarskenningar. ég ætla að lesa þetta í vélinni á leiðindi Vegas. Já. Love it. Erum við ekki bara góðir? Jú, Bara að fara að njóta. Já. Ég ætla að fara að bruna heim og þú ætlar að fara að setja upp partí og svo kem ég ég hérna er að galvaskur í svo er hann hátteginu. að fara að spila á Frikka í kvöld. Já. Frikki í Kaplakríka. Hann er bestur. Já, sjátt á Frikka, besti minn. Hann er finnastur og bestur. Já, En hann er og það er eitt að lokum líka náttúrulega, þátturinn kemur út á 5. daginn. Já. Ég er ekki út plötu á morgun. Já, heyrðu. Það var ekkert búið að tala um það. Já, ég er ekki út plötu á morgun, endilega fylgist þið vel með. Já. Samfélagsmiðlum þetta Ha, kemur á föstudaginn. Já. Ný plata. ný plata. Let's go. Takk fyrir. Love you. Bye. Love you, bye. Mwah.